Jæja, komið þið sæl og verið velkomin á bókakvöld hjá VFB. Ég heiti Björn Berg og fræðslustjóri okkar og það mjög gaman að geta boðið upp á bókakvöld eins og þessi. Við byrjuðum nú fyrir einhverjum mánuðum síðan og ætluðum svona að sjá til hvort það væri stemning fyrir því að ræða bækur sem tengdist fjármálum. Þetta byrjaði nú á því að við í VFB höfum verið þáttakendur í átaki sem Reykjavíkurborg meðal annars stendur að, sem heitir Allir lesa. Og okkar framlag í það átak hefur verið að ræða og vekja athygli á fjármálabókum. Og við höfum rætt allt mögulegt, allt frá hlutverki kvenna á vinnustöðum, í tæknimál á næsta fundi. Við höfum rætt skortsölu á skemmtilegu bókakvöldi The Big Short og ætlum bara að halda þessu áfram, enda hefur áhorfið og mætingin bara verið ljómandi góð. En á þessu sinni ætlum við að ræða bók sem var sennilega svo fyrsta á listan í haust. Þegar við vorum að skrifa niður hvaða bækur við vildum nú ræða að þá verðum maður eiginlega að koma The Intelligent Investor einhvers staðar fyrir. Það bók sem hefur haft sennilega meiri áhrif en flestar aðrar ef nokkur önnur bók varðandi fjárfestingar, akkurat það sem við erum að vinna við hér í VFB. Og til þess að ræða þessi mál hérna í svona léttu spjalli Halldóra Skúladóttir sem forstöðumaður fjárfestinga hjá VFB og það nú akkurat hennar starf að velta fyrir sér svona þessari aðferðafræði sem hægt að fylgja í fjárfestingum og það nú það sem þessi bók einmitt gengur út á. Og svo nú gestur okkar í dag einmitt Loftur Ólafsson sem forstöðumaður eignastýringar sameinaða lífeyrissjóðsins. Og rétt eins og þessi bók var nú fyrst á blað þá var Loftur ekki bara fyrstur á blað heldur held ég einn á blað það að ræða The Intelligent Investor og Warren Buffett enda fáir á Íslandi sem þekkja þessa aðferðafræði og þessa merkilegu bók betur. Ég vil hvetja ykkur til þess að bara láta fara vel ykkur og ná ykkur í veitingar og gos og kaffi og þau ætla hér að ræða þessa bók og í lokin þá ætla þau kannski að vera hér eitthvað aðeins lengur og taka þátt í umræðu með ykkur hér í salnum en ég ætla að gefa Halldóru orðið. Já, takk fyrir það Björn og takk fyrir að vera með okkur Loftur. The Intelligent Investor, þessi bók var skrifuð fyrir tæpum 70 árum síðan, var 1949. En þrátt fyrir að það sé svo langt liðið og margt hafi breyst, að þá á hún enn fullt erindi við okkur og fjárfesta samtímans. Það líka, það til dæmis áhugavert að tvö svona stór nöfn í þessum heimi fjárfestinga hafa mikið talað þessa bók. Bæði John Bogle sem stofnaði Vanguard, eitt stærsta eignastýringarhús í heimi, og hins vegar Warren Buffett sem svona einn af frægari fjárfestum heims. Og þeir tala hversu mikil áhrif þetta hafði bæði á þá og ekki síður á þeirra feril. Warren Buffett hann hefur líka lýst yfir að þetta sé svona ein besta bók sem hefur verið skrifuð fjárfestingar. Við kannski byrjum á þessari fullyrðingu Warren Buffett. Ertu sammála þessu fyrir Loftur? Ég verði eiginlega að segja já, bæði út af því að ég meina það og síðan væri þetta alveg fráleitt að mér að byrja á því að segja að ég væri ekki sammála því, þá væri ég að segja að Warren Buffett væri ólæs á fjárfestingabækur. Þessi bók, það sem dettur í hug þegar maður er búinn að lesa hana, það svona í einni setningu í frönsku máltæki sem segir að því meira sem hlutinni breytast, því meiri eru þeir í raun eins. Við þekkjum það mörgum sviðum að menn skrifa bækur, þær eru rosalega fínar í einhver tíma og svo kemur bara einhver annar og skrifar eitthvað sem miklu, miklu betra. Þannig að það sem þú hefur verið að gera er bara gleymt og grafið. En það ekki aftur á móti í þessari bók. Þetta var fyrsta bókin sem kom út, þar sem var annars vegar sett fram svona, einhver getur kallað svona greinandi tæki eða greiningatæki, sem getur kallað svona analytical tools og síðan raun og svona tilfinninga rammi sem að fjárfestir ráðlegt að halda sig innan. Þannig að þarna hann í raun og veru áratugum áður en að verða til sjálfstætt fagsvið sem heitir atferlisfjármál. Þannig að hann að koma með fullt af hlutum þar sem að raun og veru tekur svo áratugi fyrir menn að átta sig á að skipti máli. Akkurat. En það er áhugavert að velta fyrir sem þessu tíma sem að bókin er skrifuð á og ef við veltum því fyrir okkur að Graham hann átti fyrst hlutabréfaviðskipti árið 1914, það er rúm öld síðan.
Þannig að áttur að gríðarlega margt breyst og dæmin í bókinni þau svona endurspegla það sem hann hefur upplifað. Og meðal annars eru 2 heimsstyrjaldir. Það er mikill uppgangur á hlutabréfamörkuðum á 3. áratugnum. Það fer náttúrulega falla hlutabréfamarkaður þarna 1929 og kreppan í framhaldinu. Þannig að þetta dæmin í bókinni endurspeglaði þennan tíma sem hann hefur upplifað. En það er svona eitt sem hefur ekki kannski breyst frá þessum tíma, að við fáum alltaf bólur öðru hvoru. Og ég svona velti fyrir mér, hefðu fjárfestar sem aðhyllast þessa aðferðafræði Grahams, hefðu þeir komið eitthvað betur út úr bólum heldur en aðrir? Sko svarið já, með svona smá dassi af nei. Við tökum svona þessar svokallu TNT-bólu sem var í kringum 2000 og svo fjármála kreppuna sem kom hugsanlega í kjölfar bólu á sumum mörkuðum. Þetta var að vísu, fjármálakreppan kemur í kjölfar bólumynduna sem var miklu almennara heldur en menn hafa áður upplifað, fyrst og næst á húsnæðismarkaðum, þess að bólur á húsnæðismarkaðum voru alltaf mjög lengi verið svona svæðisbundnar en svo kom það þannig að það voru miklu fleiri lönd sem að tóku svona sóttina. Þetta TMT, þeir höfðu forðast að því leyti að verðskiptir rosalega miklu máli í hugarheimi Benjamin Grahams og lærisveina hans og það var fullt af fyrirtæki sem þeim höfðu ekki hvarflað að þeim að kaupa í og þetta voru akkúrat fyrirtæki sem að knúðu upp vísitölunar. Það var reyndar þannig þegar maður skoðar S&P vísitöluna, sem er S&P 500 vísitöluna, sem eru 500 stór fyrirtæki í Bandaríkjunum, ekki öllu stærstu, sem risastóru er ekki inn í vísitölunni, en nánast öll, að það sem í mars 2000 þá springur þessi bóla. Þegar við skoðum síðan hvað gerist í framhaldinu, þá það ekki nema örfáir tugir fyrirtæki sem lækka þessar 20% sem að vísitalan á endanum sýnda meðaltali. Það var fullt af öðrum fyrirtækjum sem hefðu raun og ekki tekið þátt í uppsveiflunni, að þau sigldu miklu lygnari sjó. Þannig að menn hefðu forðast að því leyti að ekki átt fullt af fyrirtækjum sem að voru í vísitölum og síðan hefði bólan síðan nýst fjárfestum eins og af Benjamin Grahams skólanum að því að þeir eru gefið þeim tækifæri að kaupa síðan góð fyrirtæki á mjög lágu verði í framhaldinu og nákvæmlega sama gerist í 2008 og 2009. Þá voru hluti fyrirtæki hefðu þeir aldrei, Benjamin Graham fjárfestar aldrei keypt í, til og með fjármálastofnanir. Þeir fjármálastofnanir eru ekki mjög fjárhagslega sterk fyrirtæki, þau eru ekki með hátt eigið fé, það er ekki mikið út af breiði reksturinn til þess að komast í vandræði. Þannig að því markið sem að var mikill gassagangur á gengi fjármálafyrirtækja, þá hefur þeir ekki verið þar inni og þeir hefur gert það sem þeir gera, selt bjartsýnismönnunum og síðan keypt af svartsýnismönnunum. Þannig að, og síðan á sama auðvitað í niðursveiflunni 2009, ellendis, hér var auðvitað hlutabréfamarkaður nánast farinn, þá var líklega, ég held að þá var besta tækifæri til að kaupa sín fyrirtæki á lágu verði í bara áratugi. Svo þetta eiga viðskipti við minnstu markað? Já. Eins og hann kallaði það. Já. Nú, þó að hafa margt breyst eins og við tölum hlutabréfamarkaðurinn hefur náttúrulega stækkað gífurlega mikið á þessum tíma, en það var líka viðskiptin orðið mun örari. Og sem dæmi þá var verið að skipta 1 milljón bréf hendur á þessum tíma, en við teljum með þetta í einhverjum milljörðum í dag. Og Graham, hann hafði nú ekki mikla trú á svona örum viðskiptum og ekki spákaupmennsku. Hann taldi að menn myndi alltaf tapa á spákaupmennsku. Nú, og hann taldi að menn ætti ekki að vera að velta markaðnum mikið fyrir sinni, en bara væri þessi óvenju lágt verð, eins og varst að nefna, eða óvenju hátt. Þannig að ég svona velti fyrir mig hvernig heldur að myndi svona horfa á hlutabréfamarkaði samtímans, allir þessi örviðskipti og eins og við þekkjum. Ímyndum okkur söngvara í Kallakór í afskiptasveit sem allt í einu komin inn á svið, óperusvið með tenorónum 3 sem voru þá á hétu, látin. Honum hefði liðið eins sem hann komið stíð inn í veröldina í dag. Hann í raun og veru fjárfesting í hans huga var fjárfesting þar sem þú getur verið sæmilega öruggur að fá
höfuðstól tilbaka og síðan einhver ásættanlega ávöxtun og allt annað raun og veru væri spákamennska. Nú eins og við vitum í dag þá eru þetta skilin orðið miklu óljósari og kannski þannig að við bara sjáum þau ekki. Þau myndu fyrir að spyrja mig, sko, hvernig myndir þú skilgreina spákamennsku og fjárfesting í dag? Ég ætti ekkert auðvelt með það, þetta er kannski dettur í að spákamennska það þegar þú einungis ert að hugsa það að selja næsta manni á herraverði. Það væri kannski eitthvað sem ég geti gert en hún myndi fundast það mjög framandlegt. Eins og ég kannski þekkir mörg ykkar sem eru svona áhugamönnum fjármálamarkaði þá eru þetta stór hluti viðskiptana oft, það eru nú bara tölvur að djöflast í hvor annari, sko. Ekki fólk. Akkurat. Hann er einmitt svo mikil virðis fjárfestir og það þýðir að vera fjárfest alltaf í undir verðlegum fyrirtækjum. Hvernig hafa slíkar fjárfestingar reynst honum gegnum tíðina? Er árangurinn betri af slíkum fjárfestingum? Það er bók sem að Jeremy Siegel, prófessor í Wharton, gaf út fyrir nokkrum árum og heitir The Future for Investors. Og The True and the Triumph over the Bold and the New. Og þá er hann bara búinn að rannsaka þetta og það eru fyrirtækin sem að svona við venjulega kringumstæður okkur þykja ekki spennandi, að það eru þau sem að blífa. Ekki af því að hinn séu léleg, hinn eru frábær en það er mjög ofta þá gjöldum við þau of háu verði. Það er það sem að gerist. Svo komum við þetta tímabil sem að svona þessi, við kallaði virðisfyrirtæki, það sem er illa gengur fyrir þeim, það er búið að vera núna mjög mörg ár núna, það sem að svo kallað value hefur ekki skilað sér að samanskapu og svo kallað growth, en svo tökum lengra tímabil síðustu 20 ár, þá snýst það við. En hvernig heldur þá að Graham hefði brugðist við verandi value fjárfestir? Nú erum við búin að vera að sjá nokkuð mörg ár sem að value hefur verið undir þessu growth. Hann hefði verið þolinmóður? Hann hefði brugðist við með því að ekki að bregðast við. Hann hefði náttúrulega bara beðið. Og hann er raun og veru, hans sjónarmið er ekkert ósvipað eins og sagði eitt sem Paul Samuelson, Nóbelssonar hafi í hagfræði og þau okkar sem eru nógu gömul til að hafa verið í viðskiptafélagi fyrir einhverjum áratugum og hafa lesa bókinas. En hann sagði fjárfesting á ekki að vera spennandi, þá á að vera eins og að horfa á gras vaxa. Og hann talar svo sem mikið líka þessi vaxta fyrirtæki og vill meina að óvinnur hraður vöxtur getur bara einfaldlega ekki varað að eilífu. Og hann líka bendir á að fólk hafa oft áhuga á þessum vaxta fyrirtækjum á kolröngu tíma og getur þess vegna misreiknað sig. Og telur að þetta eigi við í dag og tökum Apple sem dæmi. Nú er búið að vera gífurlegu vöxtur í rúman áratug sennilega. Er það ekki augljóst að þetta varir ekki að eilífu? Sko, svona vaxta fyrirtæki og við höfum náttúrulega séð mörg. Við höfum innlend fyrirtæki sem við getum sagt að hafi staðið sig svakalega vel og ekki bara í einhver 1, 2, 3 ár heldur í langan tíma. Við líka séð vaxta fyrirtæki sem hafa síðan endanum hnigið niður eins og kannski bankarnir gerðu. Svo getum við auðvitað að byrja að telja fullt af erlendu vaxta fyrirtækjum sem að stofni kannski fyrir 30-40 árum og eru rosalega stór. Og þetta virkar kerfið okkar þannig, menn er alltaf að finna eitthvað upp og koma með eitthvað nýtt. Fyrirtæki síðan, það er auðvitað að vaxa þú lítill, svo endan að vera stór og þá kemur þetta sem kallaði law of big numbers, það er erfiðara að vaxa eftir því sem verður stærri. Það eru breytingar og að því varst að spyrja Apple, þá er Fortune, what makes Nokia so good. Blaðið var að koma út, kom reyndar út fyrir 16 árum. Í 2000, þetta er vorið 2000, akkurat þegar hlutabréfaverðið í Nokia toppaði áður en féll 95 eða 6%. Hérna Jorma Ollila framan á með Síma og þarna voru þeir svona meistari alheimsins í símónum. Þannig að síðan erum við líka på gömul blöð ennþá eldri fólksum þar sem eru stærstu fyrirtækin í heimi og þegar maður les það og þetta er ekki frá 1940, 50 eða 60, hérna blöð frá 1988 og 89 og þá er fullt af fyrirtækjum sem að velti fyrir sig í hverju voru þessir. Þannig að það er bara fyrirtæki lifna fæðast, lifa, blómstra og svo tekur eitthvað annað við.
General Electric er eina fyrirtæki sem ennþá er í Dow Jones vísitölunni. Eina upphaflega fyrirtæki sem ennþá er í vísitölunni. Það var einmitt ansi mörg svona dæmi í bókinni. Maður bara horfði á fyrirtækin og vissi ekkert í hverju þau hefðu verið. Og það er auðvitað auðvelt eins og við náttúrulega vitum að fjölmiðlun og tal okkar virka þannig að við auðvitað tölum það sem er mest spennandi og það eru auðvitað eðli málsins samkvæmt spennandi fyrirtæki. Akkurat. Ef við höldum aðeins áfram með þessa virðispælingu, þú getur aldrei komið í veg fyrir eina áhættu og það er að þú bara einfaldlega hafi rangt fyrir þér. Og Graham vildi hafa borð fyrir báru og hafa verðlagningu 1/3 undir áætluðu virði. Er ekki erfitt að finna slík tækifæri? Það er maður að fara að jafnvel að snúa sér að minni fyrirtæki sem minna rannsökuð. Eru endalaust slík tækifæri til? Sko, ég held sjálf sko, þau komum upp í hendunar á okkur á tímabilum rosalega neikvæðni. Þá svona þarftu að hafa minna fyrir því að finna þau, af því að þau einhvern veginn bara koma. Það sem Halldór síðan spyr hvort að þessi sem eru kannski undir radarnum, þessi litlu og þau ykkar sem eru svona best inn í fjármálalegri sögu, aldarsögu, þau vita það kannski að þessi litlu fyrirtæki, ávöxtun þeirra, fjárfesting sem hefur verið þar inni, hún er töluvert og reyndar miklu hærri heldur en þess sem hefur bara siglt meðalveginn, þar að segja að við erum bara í öllum markanum. En það þýðir aftur á móti líka og kannski besta dæmi til að átta sig á sko, hvað getur gerst í niðursveiflunni. 1929 þá fór markaðurinn niður og hlutabréfamarkaðurinn fór niður um 90%. Og ímyndum okkur að ég hefði átt Dow Jones vísitöluna og Halldóra hefði átt litlu fyrirtækin, hverfa litlu fyrirtækjum og við höfum farið saman niður úr 100. Svo endaði ég í 90% niður. Alveg lafmóður, hún líka. En þá var hún ekki lent. Hún átti að fara niður í 2. Hún átti að fara 98% niður. En ég fór þó bara niður um 90%. Þannig að til þess að menn þurfa að hafa býsna sterk bein til þess að vera í þessum fyrirtæki sem eru kannski undir radarnum, færri að fylgjast með þannig að ég held að sé það er ekkert mjög auðvelt að finna fyrirtæki og eins og Warren Buffett sjálfur, hann hefur bara sagt það sjálfur þegar hann hafa komið löng tímabil þar sem hefur finnst rosalega erfitt að finna einhverja fjárfestingar þar sem honum finnst að hafa nægilegt borð fyrir báru, það er svo kallar margin of safety. Þannig að það er meiri áhætta en kannski meiri tækifæri líka. Já. En langtíma fjárfestingar eru svona mjög anda bókarinnar og Grahams. En hversu mikill langtíma fjárfestir þarf maður að vera? Er maður að tala 5 ár, 10, 15? Það eru oft, fólk oft missir móðinn svona eftir erfið ár. Sko, vandamál og það mun ekkert leysast er það til að meta það hvernig við gengi hjá okkur í raun í einhverju fjárfestingu þá þarf mjög langan tíma. En við sjálfu þetta funkurum ekki þannig. Við erum auðvitað bara tilfinningaverur og okkur líður einhvern veginn á hverjum degi og hverju viku og hverju mánuði og hverju árið. Þannig að við erum alltaf, okkar tímaspan, það er miklu styttra heldur en þar til þess að í flestu tilvikum að dæma það hvernig hefur gengið hjá okkur. Minn langtíma fjárfestir þetta birtist nú í þessari gæsalappa, get ekki kallað klísju, en mér þið hefur heyrt eitthvað sem hafa lesið og heyrt Warren Buffett, þá var hann sagt uppáhalds eignarhaldstími minn er forever. Bara, og hann er að búa sig undir og vonast til þess að næstu 80 árin eða reyndar 60 árin í fjárfestingu verði jafn farsæl fyrir hann eins og síðastliðin 60. En hvað er langtíma? Það eru auðvitað mörg ár. En það er miklu fleiri ár heldur en árin sem við erum alltaf að dæma það hvernig okkur við tekist upp. Akkurat. Nú, Graham hafði ekkert sérstaklega mikið álit af Wall Street og hann svona varaði við að menn tæki þátt mikið í hlutafjárútboðum. Hann talaði að það væri mikil sölumennska og oft væri þetta mjög seljandanum í hag, tímapunktur sem væri verið að selja hlutabréfin á. Telur hann hafi rétt fyrir sér, hvernig hefur svona saga hlutafjárútboðana verið? Við þurfum bara að mæla þetta og það er ekki farsælt að vera þátttakandi sífellt í frumútboðum yfir langt tímabil. Það er búið að mæla þetta í Bandaríkjunum og tölurnar eru alveg ótvíræðar.
og aftur Buffett hefur nú lýst þessu þannig að hann hefur sagt sko dagurinn til þess að taka þátt í frumútboðum dagurinn með engu degi. Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur, þeir dagar eru ekki til að taka þátt í útboðum. Þannig að þetta skiptir tímasetningi máli og hættulegustu útboðin, að mínum mati, frumútboðin, það eru þau sem þegar kemur alda frumútboða í kjölfar og langvarandi og sívaxandi og sterkri uppsveiflu. Þá þurfa menn að passa sig og það nú verið gerist, það alveg í saman hvort það frumútboð eða bara þegar Benjamin Graham að tala sko hvernig þú náir að kaupa verðbréf að meðaltal og hagstæðu verði, að þá verði menn að passa sig á því að kaupin leggist ekki öll sko svona í efra lagið og það þessna sem hann raun og veru segir sko hvernig getum við gert það, jú getum gert það með ýmsum hætti en þessi einfalda meðal krónu kostnaðar aðferð, dólarkosta aðverðið kaupa reglulega og halda sínu striki í niðursveiflum, að það alveg ótrúlega, þetta alveg ótrúlega kraftmikið. Þetta einfalt, en ég búinn að kenna mörg ár í námi til prófs í verðbréfaviðskiptum og hef svona alltaf verið að sýna þetta og ég hef aldrei vitað niðurstöðuna því ég verið að segja, heyrðu, hvernig sá sem að gerði þetta sem þetta verið 2 að 3 ár, hvernig það verið komið upp. Og það alltaf alveg ótrúlegt, þegar maður reiknar þetta, þá sér maður hversu það kröftugt í niðursveiflunni að halda sínu striki. Akkurat. Þó þessi hrikalega erfitt, vegna þess að niðursveiflur eru þetta marga hverja við erfiðar aðstæður. Það eitthvað að gerast í hagkerfinu eða fyrirtækjarekstri. En hann svona talar mjög mikið að mikilvægi þess að greina rekstrasöguna. Hvað varandi þá sprotafjárfestingar? Að maður aldrei að taka þátt í slíkum fyrirtæki sem hafa litla rekstrasögu? Sko, í bókinni kemur nú fram að þegar hann að tala sem sagt svona íhaldsaman fjárfesti og síðan meira sóttdjarfan, ég kalla bara varnarmenn og sóttlamannin, þá hann að höfuð kríterían, ef ég fæ nú að sletta, svo hvort það ætlar að sinna þessu mikið eða ekki. Og þeir sem að sinna þessu mikið, þeir geta sinnt þessu. Ef að þeir sem ætla ekki að sinna og ætla að taka þátt í einhverju sprota, þá verða með einfaldlega að mínum að þú getur alveg gert það, þú bara skilgrunn eitthvað pínlítið þínum eignum sem þú kallar mad money eða funny money eða hvað það og maður geta sett í það en ekki rugglaði sama við svona alvöru safnið. Akkurat, en þú einmitt talaði þessi íhaldssama og áhættusækna, hann skiptir alltaf fjárfestum upp í þessa 2 hópa og hann bendir á mikilvægi þess að hafa verndun höfuðstóls sem númer 1, 2 og 3 og síðan kemur ávöxtunin. Þetta ekki eitthvað sem við þurfum svona kannski að huga betur að? Þetta finnst þér svona íslenski fjárfest að vera í þessu samhengi? Já, sko Mark Twain rithöfundur hefur kannski komst ágætlega orðum að þessu þegar hann sagðist að hann hefði ekki jafn miklar áhyggjur af return on my money as return of my money. Það það sem hann hafi meira það setti það í fyrsta sæti og það mjög, þegar ég las þessa bók fyrst fyrir langa löngu, þá var ég svolítið hissa fyrst að huga því hvort þú fái peningarnir tilbaka. Þú fær það í skuldabréfum, en svo vitum við það, menn fá það ekki alltaf í skuldabréfum. Og svo í öðru sæti var hjá honum sko, hvernig markaðurinn fyrir bréfin, þannig að menn gætu, ef menn sýndist stefna í óöfni í einhverju fyrirtæki, reynda að koma í verðið eitthvað slíkt, og í 3. sæti ávöxtunum. Akkurat. Ég var svolítið hissa, ég var vanið því að maður hugsa, maður þetta samhengi á milli þessa, við veist það, ótryggari bréfur með hærri ávöxtun, en ávöxtunin auðvitað, við vitum það, hún stýrir mjög miklu sem við erum að gera. Við gjörnum að horfa alltaf á ávöxtunartölur, það ekki það. En hann kom svolítið inn á verðbréfasjóð, þó hafi verið kannski svolítið annað form á þessum tíma. Og hann kom inn á það að menn ætti aldrei að segjast geta gert betur markaðurinn. Nú vorum við með verðbréfasjóði sem annars vegar eru vísitölusjóðir eins og Vanguard og ég nefndi John Bogle sem hafði mikla mætur á þessari bók og stofnandi Vanguard. Og hins vegar erum við með virkasjóði og það þarf að greina þá mjög vel og ávöxtun þeirra og aðferðafræði og svo framvegis. Það er svona alltaf mikil umræða þetta í okkar geira. Hvað á maður að fjárfesta í virkum sjóði, vísitölusjóði, einhverju blönda þessu? Hver er svona þín sýn á þetta? Þú voru bara hefur sjálfur sagt að hún sýnist að skynsamlegasta fyrir bara meðalmanninn sé að kaupa í S&P vísitölusjóð og bara halda honum. Kaupa reglulega og allt það. Ég sjálfur
sko, nú svona svolítið vísitölu nörd, en það þýðir auðvitað ekki að það bara, þá sérstu bara lausu öll vandræði, menn auðvitað bent á það að þú í svona uppmörkuðum eins og var í undanfarnum 2000, að ef þú fjárfestir í vísitölusjóðum, það gerur ekki annað en að eignast meira og meina í rosalega hátt verðlögðum fyrirtækjum, en það er þá bara önnur ákvörðun að segja, heyrðu, nú líst mér ekki á hlutabréfamarkaðinn, þú ætlum bara að selja aðeins úr vísitölusjóðunum mínum og setja í skuldabréf. En reynslurökin virðast vera ótvíræð, það við erum náttúrulega búin að skoða svo marga myndir saman í gegnum tíðina og veist að það er bara... Það er erfitt að gera betur í markaðurinn. Já, það verður svona smá kostnaðurinn við virkusjóðina, hann dregur þá, hann hangir svona í því, bókalegu sjálfur kalla þetta cost matters hypothesis, þannig að það er bara þannig. En eins og komst aðeins inn á áðan, Graham kemur, talar oft hegðun manna á fjármálamarkaði og hefur sennilega verið svolítið framúrstefnulegur á þessu tíma að ræða þessi mál. Nú veit ég að þú hefur lesið mjög mikið til þessi mál og kennt, þannig að langar bara svona aðeins að heyra frá þér varðandi atferlisfjármálin. Það er ágætt saga af maður sem heitir Stanley Druckenmiller. Hann vann lengi fyrir Soros og 99 þá var hann bara að sinna sínu starfi, reka kvantumsjóðinn og þeim leist ekkert á markaðinn, hann hækkaði og hækkaði og þannig að þeir voru búin að skortselja. Það segði einhvern tíma lækkar þetta og þá ætlum að græða verðlækkuninni. Svo hélt það bara áfram og þeir voru að skortselja, þeir tóku félag láni til að skortselja, þannig að þeir byrjuðu þetta, ávöxtunartölur hjá þeim byrjuðu að verða verulega miklu lakari heldur en hjá öðrum aðilum og þessum tíma voru þeir með kúnna inni, nú er búið að breyta þessu, nú var hann bara með sitt eigið fé og það er einhver örfái vinir hans, ef hann á einhverja vini sem eru með honum þarna inni og hann var alltaf ekki fá að breyta sem eru vinir hans eftir hann felldi pundið, en svo svona segja við einhvern tímann mitt ár 99 þá eru að verðslega hvað er að gerast og það segja þetta er bara að fara áfram upp og þá áttaði að segja á því þeir geti verið í gríðarlegri tapsáhættu þannig að þeir þurfa að leggjast á hina hliðina og mjög stór sjóður og þeir voru búin að skortselja mjög mikið þannig að þeir þurfa að byrja að vinna það upp, kaupa bréfin sem þeir voru búin að fá lána til að skortselja og kaupa þau og skila þeim og síðan auðvitað taka þátt í veislunni, kaupa, fá peninga, lána til að kaupa og þetta tókst hjá þeim tókst að rétta úr kútnum og upp á árs 2000 að þá vissi Druckenmiller, hann hefur sagt að ég vissi að við vorum að spila hrikalega hættuna að leik en ég gat ekki hætt. It's like a drug, sagði hann. Og það er mjög líklegt að það hafi verið mjög sterkir mekanismar að verki hérna sem lúta að umbun, dópamíni, þannig að hann gat ekki hætt þegar hann var komin á damp og hafði rétt fyrir sér og hugsanlega hefur, ef það hefur verið mælt í honum testosterón á þessum tíma þá hefði það verið smátt og smátt að hækka. Kona hefði ekki getað orðið svona, ef gefum okkur hann verið trilltur, kona hefði ekki getað orðið svona trillt, vegna þess að konur eru miklu meira testosterón heldur en karlmenn og testosterón eykur áhættuviljan hjá okkur og svona, verður svona meira, veist, ég geti þetta sko, það er minn vinsibúl eins og í James Bond myndinni, svo munið hvernig gerðist, svo var hann frosinn sekúndubróti seinna. Þannig að þetta skiptir máli og fyrir ykkur sem er áhugasöm og ég veit einhver ykkar hafa ekki allavega séð og opna bókina hans Daniel Kahneman, sálfræðings, hún er frábær fjárfestingabók líka. Já, akkurat. Þetta hefur mikil áhrif, það er alveg ljóst. En nú er nóg framboð af greiningarefni og það er mikil... Og fyrir ekki bara til að bæta við svo kannski þekki ég ykkur sögun af Isaac Newton sem náttúrulega líklega frægasti vísindamaðurinn frá upphafi og kannski ennsta með honum en þegar hann sjálfur tók þátt í ævintýri South Sea Company setti mikla peninga inn doblaði það, græddi 7.000 pund það versta sem gat gert þetta gerðist, verði helt áfram upp hann sá vini sína verða ríka setti nánast allt sem hann átti tapaði öllu og það mátti aldrei nefna orðið South Sea Company hans náist þar sem eftir var hans ævi. Já. Þannig að það bjargar mann ekki að vera gáfaður. Nei, það er nú akkurat skilgreining að intelligent ekki að vera gáfaður. Nei, það er svona að hafa þekking og hafa skilning. Já, skínugur. Já, akkurat.
En það vilja náttúrulega allir alltaf láta segja sér hvert markaðurinn að fara og þess vegna til mikið framboð af greiningarefni og eftirspurnin næg og en Graham, hann hafði ekki mikið álit á greiningarefni og greinendum og taldi á bara að vera til staðar í rauninni til að uppfylla þessa eftirspurn. En þó fannst hann ágætt að geta lesið þessar greiningar og nota hann sem svona upplýsingarefni til að taka sínar upplýstu ákvarðanir. En hvaða augum lítur þú greiningar? Þetta eitthvað sem við getum nýtt í okkar ákvarðanatöku? Hann sagði sjálfur að það var ekki not af greiningarefni og greiningar þá aðilum ef þeir eru með annað augað á markanum. Og ég held að það sé gott greiningarefni sem er greining með stóru G og minni spá. Og það er eitthvað sem það finnst mér vera nýtilegt. Hitt er ekki ólægi, þegar maður bara gera það sem þau vilja, en það er að mínum mati mjög varasamt að byggja fjárfestingar og eignastýringu á spám. Og raun og veru sagði Benjamin Graham sjálfur að það að spá verðbréfaverði, það væri ekki hluti af almennilegri fjárfestingagreiningu. Og spár geta, eins og við vitum, það er mörg dæmi spár sem hafa verið alveg svakalega rangar. Sumir hafa rétt verið sér og annað slíkt, og það bjargar manni heldur ekki þarna að vera mjög skarpur. 7. janúar 1973 birtist í New York Times ummæli eftir mann sem sagði að menn höfðu mjög sjaldan sem menn höfðu haft jafn óendanlega mikla ástæðu til að vera búllis á markaðinn. 7. janúar 1973 í New York Times. Það sem var frábært, það sem vantaði aðeins upp á þetta er að þessi ummæli hefði þurft að birtast 2 dögum seinna. Þannig að þá akkúrat toppaði markaðurinn og fór svona liðinu 50% og hagkerfið lenti í miklum ógöngum. Þetta eru 2 samlagt verstu árin líklega frá heimskreppunni í Bandaríkjunum. 23 árum síðar og þessi maður orðinn seðlabankastjóri í Bandaríkjunum og tók þátt í hugsanlega, hann hefur verið sakaður að blása upp 2 svaka bólur sjálfur. Gera þeir betur. Spá fyrir og lenda í einni lekur úr einhverju og ná síðan að hjálpa til við 2 aðrar. Akkurat. En bókin er skrifuð náttúrulega á tíma þar sem að verðbólgu ótti til staðar. En umhverfið í dag er mjög ólíkt, það er seðlabankar heims að keppast við að reyna að ná verðbólgunni upp. En Graham talar að fjárfesta í hlutabréfum sem svona hluta verðbólguvörn. Finnst þér þetta vera svona punktur sem á við enn í dag? Það sem að menn hafa séð er það að þetta samband er sæmilega ágætlega áreiðanlegt til lengri tíma þó að geti verðbólga, einhver mikil verðbólga, hún er í flestum tilvikum slæm fyrir mjög marga eignaflokka, kannski góð fyrir gull eða eitthvað svoleiðis, en þannig að sjáum það í hendi okkar ef að verðbólga fer upp og menn viss að stjórna á efnahagsþróuninni og hitt og þetta vextir auðvitað fara upp sem að þetta hækkar, þannig við erum að reikna framtíðavirði einhverja tekjustrauma þó að þeir eru auðvitað, svo náttúrulega vitum við að það gerur ráð fyrir, við förum úr 2% verðbólgu 10% og 10% verðbólgu til eilíða, þá auðvitað vitum við það að tekjurnar, þær hækka líka rosalega. En svona til lengri tíma þá náttúrulega er þetta svona sirka på þannig með mikill einföldun að því leyti að því marki sem að einhver fyrirtæki ná að það sem þeir að gera standist tímans tönn og þá þetta hækkar verð á öllum þeirra, virði allra þeirra framleiðslutækja og þannig að það er nú þar getur við fengið svona verðbólguvörn og fjárfestar í mörgum löndum eins og í Bretlandi mjög lengi þeir litu á hlutabréf sem svona verðbólgutryggingu. Við erum auðvitað í svona sérstökum aðstæðum og kjöraðstæðum og við getum verið með okkar verðtryggðu bréf. Akkurat, þetta er svona kannski á ekki eins við í okkar umhverfi. Kannski fattar menn ekki hvað ertingin er frábær fyrir sparendur, fyrir menn fara að skoða Bandaríkin 1950 og til nánast 1980, sá sem átti ríkisskuldabréf þar og fjárfesti alltaf reglulega bara í nýju ríkisskuldabréfum. Á þessu tímabili þá tapaði hann 80% kaupmættinum. Já. Sem er þetta bara betra að kaupa bara 1 skuldabréf í byrjun og bara ríkið hefði ekki borgað. Það er náttúrulega bara sama tap. Akkurat.
Það komu aðeins að áhættudreifingu. Graham hann mælti nú aðalega með skuldabréfum í bandaríska ríkinu, en kannski var hann litaður af því að fyrirtæki álag var svona frekar lágt á þessu tíma sem að bókin var skrifuð á. En hann var líka varaði við því að menn var að fjárfesta í erlendum ríkisskuldabréfum og tók þar svona skemmtilegt dæmi af löndum sem enn eru í kastljósinu, Ítalíu og Brasilíu. Heldur hann hafi velt áhættudreifingar nægilega fyrir sér og síðan kannski annað, við vorum að tala um að valdi verndun höfuðstóls og slíkt, það þurfa lífeyrissjóðir landsins að fara að velta fyrir sér kaupum í erlendu ríkisskuldabréfum þrátt fyrir mjög lága vexti, bara út frá áhættusjónarmiðinu. Hugsanlega hefur Benjamin verið eins og margir bandarískir fjárfestar að Bandaríkin voru bara veröldin og það er John Templeton kannski svo sem kallar faðir alþjóðlegrar fjárfestingar, hann segir við sína menn, það er líka hægt að fjárfesta erlendis en það er eitthvað eitt land þar sem kannski hefur minnst ástæðu til að fjárfesta erlendis, þá er það í Bandaríkjunum. Þeir eru með svo margar iðngreinar og mörg fyrirtæki og velta sirkabóti velta og hagnaði bandaríska fyrirtæki kemur að helmingi utanfrá, þannig að menn eru auðvitað bandarísk fyrirtæki eru með klærnar út allt en auðvitað við vitum í flestum löndum þá segir maður að ríkisskuldabréf þau eru örugg eða við höldum það í flestum löndum séð þannig auðvitað er það ekki einhvers í sumum löndum þá að menn auðvitað reynda að öðru og stærstu svona gjaldþrot er ekki þannig og maður myndi halda ég verði ekki Enron og Penn fyrirtæki fór á hausinn og allt þetta en þá eru það þjóðargjaldþrotin þegar þjóðir lenda í fyrr á tímum, lenda í stríði, rosalega kostnaðarsamt, svo komuðu og sögðu bara nei, ég ætla ekki að borga þér. Eða lækkuðu raunkostnaðinn sinn af því að borga tilbaka eins og Bandaríkin menn gerðu eftir stríði með því að halda vöxtum, sem sagt, fá Seðlabanka til að halda vöxtum lágum og sama tíma og verðbólga féll svona leika svona hæfilega lausum hala. Akkurat. Lífeyrissjóðirnir þurfa auðvitað, ég var oft velt þessu fyrir mér að eins og í dag, hvað á ég er ekki gott bara frábært að kaupa bara svissnesk ríkisskuldabréf 5 ára svissnesk ríkisskuldabréf það er mínus 0,3-4 borga með því, það er ekki bara fínt, auðvitað er það skuldar áhættudreifing en það er engin ávöxtun, það er agalegt að þurfa að treysta á það til að fá raunávöxtun að verðlagi viðkomandi landi þessi verðhjönnum. Það er svona svolítið skrítið en vexti getur auðvitað farið ekki óendanlega lágt, þetta virðast geta farið alveg ótrúlega lágt og ég var nú að rifja upp það sem við vorum að skoða fyrir mjög mörgum árum, ríkisskuldabréfasjóð, vísitölusjóð, bandarískan og ég man við skoðum og sögum þetta við sáum hvað það hefur verið að gerast, gengið hefur verið að hækka mjög mikið þar þessi vextin hefur verið að koma mikið niður og við vorum alveg samfara það að við vorum að skoða þetta fyrir lífeyrissjóð við værum síðustu fíblinn í keðjubréfinu ef við myndum kaupa þetta en hann er búinn að vera svo bara flott lína áfram bara upp. Því líka gangar í þessu síðan að þeir virðast geta að fara endalaust niður en komum aðeins að mikilvægi arðs. Graham talaði mjög mikið mikilvægi þess að fyrirtæki greiddu arð. Hann skoðaði mikið arðsögu þeirra. Nú er þetta svona verið misvinsælt á Íslandi að fyrirtæki greiði arð. Hvernig svona, þó að hafi svona reyndar undanfarin ár hafa fyrirtæki meira og meira verið að greiða arð. En hvernig svona horfir þú á fjárfestingar í fyrirtæki með tilliti til arðgreiðslu getu og vilja fyrirtækja? Það sem þetta er búið að vera mest mælt, það eru þetta Bandaríkjunum, Bandaríkjunum mæla eiginlega allt sem hægt er að mæla að megin reglan er svo að það hefur verið farsælla fyrir fyrirtæki að koma peningunum til hluthafanna heldur fyrir forstjórann að fá að hafa peningana og fara í sín ævintýri. Það er bara, það segir svo kallega þeir hafa eitt í kaupa fyrirtæki og annað slíkt og allt og margir upplifa það sem er kallað winners curse. Það er ekki, það sem þeir eru að gera reynist ekki vera færsælt fyrir hluthafa. Fókusun á arð eða arðleysi, hann hefur auðvitað minnkað eftir því sem að sjóndeildarhringur okkar hefur kannski minnkað. Ef við værum auðvitað að hugsa til einhverja fjárfestingu til
15 ára, þá myndur þau svona segja, ok, hvernig þetta nú þetta fyrirtæki, hvað geta þeir látið mig hafa hverju ári og hvað það móts við það sem ég get fengið í vexti, hvernig getur síðan þessi arðgreiðsla vaxið en þegar þú ert kannski að hugsa, hvað ætli gerist nú með gengi á næstu 12 mánuði, ég sé að greiningarmenn búin að slá þessu 25% upp og þá hverfa kannski þessar pælingar okkur en hvort það sé arður eða ekki, hann svona kannski bara, veist, eins og hérna barnaísinn hérna sem vilt fara hérna ofan á hann svona gúmmi þannig að það er svona en arður skiptir auðvitað máli. Akkurat. En hérna Graham var svona contrarian investor, hann syndi á móti straumnum, hann vildi finna tækifærin í dífunum og hérna talaði að það væri ekkert svona gott fyrirtæki, heldur gott hlutabréfaverð. Hvernig svona horfir á fjárfestingu umhverfið erlendis í dag? Hérna verið að sjá einhverja lækkanir og erum við að sjá einhver tækifæri í svona lækkunum? Sko þið kannski sem fylgist með vitið það setjum við nú kannski þessar svakalega lækkanir hafa orðið í þessum geirum sem tengjast orku og námudótinu, svona hrávörudótinu. Það er búið en við höfum líka upplifað það þeir sem að fylgjast með og velta fyrir sig allir sem komið tækifæri, við vitum alveg hvað gerist. Það er mjög erfitt að hérna hvernig eru fréttina, það eru allar neikvæðar og það er bara þannig og við getum náttúrulega verið á valdi tilfinningana, þannig að það er ekkert kennitölur í mörgu eru ennþá alveg ótrúlega óhagstæðar og hérna, þannig að eina sem ég geti sagt, sko, ég öfunda þá fjárfestar sem eru kannski að byrja og eru kannski tilmyndir svo lífeyrissjóði sem eru kannski að byrja að koma. Ég öfunda þá til dæmis varðandi sko, nýmarkaði að geta verið að byrja núna þegar það er búið að ganga svona illa lengi. Það sem ég starfa hjá, við byrjuðum sjálfur fyrir 2 árum vegna þess að þá sýndist mér að það gæti orðið mjög erfitt og við erum búin að vera reglulega fjárfesta þar, bara biti aðeins, 1% af sjónum, fjárfesta þar og allan tíman búum undir að allt sem ég er að gera fari úrskeiðis, og verið fegin því þegar það hefur gengið illa, þannig að þá er þetta að kaupa meira á lægra verði. Þetta hefur líka skilað því að meðalverðið hjá okkur er töluvert miklu lægra í báðum heldur en meðalverðið á markanum á sama tíma, þannig að við haldum okkur striki og aðeins stigið fastar á bensíngjöfina þegar hlutinni virðast hafa verið að fara bara undir. En auðvitað veit maður ekki, það getur verið að fara niður aftur meira, 20 í viðbót en það er bara, hlutabréfamarkaðir eru mjög, menn geta sagt, já, meðal ávöxtun á hlutabréfamarkaðum hefur verið 5% raun eða þessi svokallaði, eða 6,7. Bandaríkjunum hefur langt tímabili svokallaði Siegel-stuðull sem ég kendi við Jeremy Siegel. En það er það er ekki mörg ár þar sem hún er akkurat 6,7. Það er náttúrulega bara Þetta er meðaltalið. Þið þekkið það að þetta stundum eru góð ár og þau geta komið í klösum, mörg góð, 1990 til 2000. Þá sko, og það sýnir manni hvað getur verið erfitt kannski að bíða og þú eigi ekki að bíða. Þar nú fer þetta á góðan skrið, svona upp úr 91, 92 og svo er þetta bara nánast, það kemur bara 20% verðlækkun, hún er í stuttan tíma þegar long-term capital management virðist fer á hausinn 1998, svo komu 3 svona cirka 10%, en þessi sem hefur tekið ákvörðun að bíða, byrja að bíða 92, 93 og sagt að það er allt, þetta er ekki nógu gott, pólitíska ástandi er ótryggt og það geta komið upp deilu þarna, maður skilur ekki, það getur allt gerst hérna fyrir austan, Játntjaldi gamla, það er fallið en hvernig fer þetta ekki allt í upplausn og hitt og þetta. Beðið og svo kannski kom tækifærið og farið akkurat bara í punktinu þarna eftir 20% lækkunina sem er mjög ólíklegt að okkur hefði gert, sko, það var búin að missa töfundunni. Þannig að þetta snýr svolítið agan og svona að fjárfesta jafnt og þétt. En kannski svona að lokum, það hefur náttúrulega margt breyst á undanförnum 70 árum en þó virðist svona ótrúlega margt í þessari bók eiga enn við. Geturðu nefnt okkur svona 2-3 dæmi úr bókinni sem eru enn í fullu gildi og geta svona gagnast fjárfestum í dag? Það er minnst alveg þrennt. Það er þessi þolinmóða staðfesta sem er predikuð, sem birtist meðal annars í því að bæði hann, þegar maður les og síðan þegar
þegar þau sem kannski hlustandum á Warren Buffett, að þá er náttúrulega ótrúlega skrítið að maður velti fyrir sig býtu rosalega rólegur. Er hann tilfinningarlaus eða hvað? Hann er alltaf bara brosandi, það er alveg þannig að þó að himnarnir sé að hrynja. Og það er bara þessi þolinmóða staðfesta, að þú bara ert með eitthvað vinnulag, þú heldur við það og ert agaður í því, það er það sem gefur þessa staðfestu. Síðan er þetta það sem að hann kallar emotional discipline, hann Benjamin sjálfur, tilfinningarlegi ægi, að reyna að halda svona vissu tilfinningarlegi fjalla frá því sem er að gerast, láta ekki sko hegðun fjárfestingarna skiptir í mörgum tilvikum miklu minni máli heldur en þín eigin hegðun, og hann segir líka Benjamin Graham, hann sagði að sko mesti óvinnur og fjárfestir sé raun og veru hann sjálfur. Og svo í þriðja lagi, og nú er ég orðinn eins og hvað hérna ekki, umferðar einar þarna með S-in 3. Í þriðja lagi, að það er að gæta hagamálum þannig að þú verðir, að því að mistök, það er ekki hægt að gera mistök, það er ekki að fjárfesta að gera mistök, en það að gera mistök þýðir ekki með að segja kjáni, að mistökin hafi ekki mjög alvarlegar afleiðingar. Þannig að afleiðingarna séu þannig að við ráðum við að bæði þetta fjárhagslega og ekkert síður andlega. Það með að gera mistök. Það var nú fyrir nokkurum árum þá fjárfestir Warren Buffett í 2 írskum bönkum og hann bara í áskýrslunni að gera grein fyrir þessum fjárfestingum, sikkur $100 milljónum og svo segir hann kannski viljandi ekkert hvað gerði þessum fjárfestingarna en þeir töpuðust bara og eina sem hann sagði var they look cheap to me. Það var eina sem hann gat sagt, sko, virtist þeirra ódýri, sko. Svo fóru þeir bara á hausinn og í ríkisegur. Þannig að það er þessi 3 atriði, þessi þolinmóða staðfesta, tilfinningarlega í ægin og síðan að gæta því að mistöki sem maður gerir hafi ekki mjög alvarlegar afleiðingar. Við skulum hafa þetta lokaorðum. Við langar að þakka þér kærlega fyrir komuna, Loftur, og ykkur sömuleiðis hér. Einnig langar mér að benda ykkur á að næsta bókakvöld verður hjá okkur 27. apríl og það verður rætt bókina Rise of the Robots. Verið sæl.